Góði fundagestir. Það nú svona oft skemmtilega að fá að sitja í svona pallborði og tala, eiga þetta svona samtal og sérstaklega eins og að tala í lokin þegar maður búinn að hlusta á þessi flottu erindi sem verða hérna eftir. Það mér sönn ánægja að fá að ávarpa ykkur hér í dag. Félag atvinnurekenda mikilvægur þáttakandi í baráttunni fyrir heilbrigð umhverfi verslunar og viðskipta á Íslandi. Oft hefur félagið verið rödd skynseminnar í umræðunni þegar stjórnmálamennirnir hafa vilst af réttri braut, eins og svo auðvelt að gera í völundarhúsum og ránkölum hins opinbera, jafnvel þótt ásetningurinn sé góður. Svo dæmi sé tekið hefur barátta félagsins fyrir afnámi tolla og vörugjalda verið einkar öflug. Eins og við vitum og í þeim efnum steig síðasta ríkisstjórn risastór skref undir forystu Bjarna Benediktssonar þáverandi fjármálaráðherra. Í ársbyrjun 2015 var almennt vörugjald fellt niður, í ársbyrjun 2016 voru tollar á fatnað afnumdir og í byrjun þessa árs hurfu allir tollar á sögunni nema tollar á matvöru. Þetta hefði einhver tímann þótt fjarlægur draumur og allir þessi tollar voru mikið barn síns tíma. Nýleg könnun sýnir að næstum 9 af hverjum 10 félagsmönnum í félagi atvinnurekenda eru ánægðir með störf þess, sem endurspeglar skýrar áherslur í samræmi við hagsmuni þeirra 180 fyrirtækja eða svo sem eiga aðild að félaginu. Það freistandi að stríða forsvarsmönnum félagsins smávegis og kalla þessi úrslit rússneska kosningu, en ég ætla ekki að gera það enda niðurstaðan ábyggilega fyllilega verðskulduð. Samkeppnishæft atvinnulíf eitt af leiðarstefum í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar. Það eru gömul sannindi og ný að ekki fer vel á því að hið opinbera sé með mikla tilburði í þá veru að gera drifkraftur eða gerandi í atvinnulífinu. En hvernig ætlar ríkisstjórnin þá að efla samkeppnishæfni og verðmætasköpun? Jú, hlutverk stjórnvalda að skapa sem best skilyrði, hvað varðar skilvirkt, sanngjarnt og réttlátt regluverk, samkeppnishæft skattaumhverfi og efnahagslegan stöðugleika, þannig að frumkvæði og hæfileikar fái notið sín. Verðmæti sem velferð okkar byggir á, þau verða ekki til hjá hinu opinbera. Þau verða til hjá einstaklingum sem hafa góðar hugmyndir vörur eða þjónustu sem auðga og bæta líf náungans með einhverjum hætti og eru tilbúin að taka þá áhættu og sýna þá þrautseigju sem þarf til að gera þessar hugmyndir að veruleika. Jafnframt teljum við að það samræmist hlutverki hins opinbera að styðja við rannsóknir og þróun og hlúa þannig að nýsköpun og efnilegum sprotum. Í stefnuyfirlýsingu nýrrar ríkisstjórnar kemur fram að hún ætli sér að auka fjölbreytni í atvinnulífinu með fjárfestingu eða annars konar hvatningu í skapandi greinum, grænum iðnaði og svo sem umhverfisvænni tækniþróun og framleiðslu, hugverka og þekkingariðnaði og aukinni rannsóknar og þróunarstarfsemi. Haldið verður áfram á þeirri braut að styðja myndarlega við rannsóknir og þróun ásamt því að víkka út hlutverk samkeppnissjóða þannig að þið taki einnig til rannsóknar á sviði skapandi greina enda engum blöðum það að fletta að skapandi greinar gera meira en að auka líf okkar á hinu andlega sviði sem auðvitað mikilsvert út af fyrir sig, heldur skapa líka mikla atvinnu og mikla tekjur. Við ætlum að leita leiða til að auka aðgengi nýsköpunar og hugvitsfyrirtækja að fjármagni, erlendum mörkuðum og erlendir sérfræði þekkingu. Þannig verður byggt undir öflugt rannsókna og þróunarstarf sem bæta á og mun samkeppnishæfni landsins. Ágætu gestir, nýsköpun forsenda framfara og aukinar verðmætasköpun í samkeppnisdrifnum alþjóðavæddum heimi. Bætt nýting framleiðsluþátta með nýrri tækni eða nýju framleiðslu aðferðum undirstaða aukinar framleiðni og þar með bættra lífskjara. Alþjóðageirinn sem flokka má sem þau fyrirtæki sem eru samkeppni á erlendum mörkuðum og eru að mestu óháð staðbundnum auðlindum einn af helstu vaxtarsprotum íslensks efnahagslífs. Hér að ræða hugvitsdrifna starfsemi á sviði tækniþróunar, hönnunar og snjallra lausna sem geta af sér allskyns framfæri fyrir atvinnulífið og samfélagið allt. Tækni og hugverkagreinar hafa vaxið mikið á undanförnum árum. Samkvæmt upplýsingum sem unnar voru úr gögnum Hagstofunnar kom 23% gjaldeyristekna ársins 2014 frá tækni og hugverkageiranum. Og árlegur vöxtur í upplýsingageiranum hefur verið 20% undanfarin ár. Opinber stefnumörkun og aðgerðir til að efla frumkvöðlastarf og nýsköpun eitt meginviðfangsefni núverandi stjórnvalda, enda bætum við þannig jarðveginn fyrir alþjóðlega samkeppnishæft atvinnulíf og aukna verðmætasköpun. Í beinu framhaldi af því rétt að minna á að nýsköpun í víðri merkingu að sjálfsögðu ekki bundin við forritun eða tækninýjungar, þótt okkur sé dálítið tamt að tala þannig. Við megum ekki vera svo þröngsýn að við gerum lítið úr því
að margar meiriháttar framfarir snúast ekki tæknilega uppfinningu heldur nýja aðferðafræði, nýjar hugmyndir, nýja nálgun á gömul viðfangsefni eða nýja þjónustu. Án þess að ég sé sérfræðingur flugrekstur, þá hef ég aldrei heyrt neitt talað það að byltingin í lággjaldaflugi hafi komið til sögunar vegna þess að fundin hafi verið upp ný tegund af flugvélum. Byltingin hófst í því að fundin var upp ný nálgun á gömul viðfangsefni. Vafalaust hefur tölvutæknin og netvæðingin spilað ákveðið hlutverk með því að liðka fyrir þessari nýju nálgun, en stærsta byltingin voru einfaldlega nýjar hugmyndir, ný aðferðafræði, nýtt skipulag. Og þessi hlutir eru líka nýsköpun. Góðu fundamenn, þótt ég sé ekki orðin háöldruð, man ég ágætlega eftir því að einu sinni mátti bara ríki framkvæma bifreiðaskoðanir. Í dag þykir öllum sjálfsagt að faggiltir aðilar sjá það, sem betur fer. Eftirlit með mælitækjum og vottun lífrænna matvælaframleiðslu er annað dæmi, sem að ríkið sér ekki Það má alveg velta því upp hvort skynsamlegt gæti verið að auka útvistun á eftirlitsverkefnum sem í dag á höndum ríkisins til faggiltra aðila með það markmiði að auka skilvirkni og nýta kosti samkeppni á markaði. Við eigum ýmis óleyst verkefni á því engin vafi. Ég tel að félag atvinnurekenda hafi mikilvæg hlutverk að gegna við að hjálpa okkur að finna réttu leiðina fram á við. Ég sjálf lofa ekki að ég muni hlýða öllu sem þið segið, en ég mun hlýða á og ég mun hlusta og ég met það samtals mikið. Til marks það, eins og þið vitið, að þá hefur nú félag atvinnurekenda fengið fulltrúa í endurskoðun á búvörusamningi sem til marks það að ríkisstjórnin ætlar að hlusta á ykkar rödd. Ég má til með að nota tækifærið og nefna nýlegt átak sem var samvinnuverkefni Festu, miðstöðvar samfélagsábyrgð, Ferðamálastofu og Íslenska ferðaklasans, en þar náðist sá árangur að rúmlega 260 fyrirtæki skrifu undir yfirlýsingu ábyrga ferðaþjónustu. Ég leyfi mér að hvetja ykkur til að kynna ykkur starfsemi Festu og vega og meta hvort það geti verið skynsamlegt fyrir ykkar fyrirtæki að gerast þar aðilar. Í því sambandi má nefna að með nýjum lögum ársreikninga það orðin skylda hjá fyrirtækjum með fleiri en 250 starfsmenn að gera árlega grein fyrir stöðu sinni hvað varðar samfélagslega ábyrgð. Og með samfélagslegri ábyrgð ekki átt við styrki til góðgerðarmálefna, sem algengum misskilningur, heldur snýst hún þá grundvallar spurningu hvort starfsemi fyrirtækisins sé rekin með ábyrgum hætti gagnvart samfélaginu að því varðar ákveðna þætti sem skilgreindir eru í lögunum. Kæru félagsmenn, ég sagði áðan að verðmætin verða ekki til hjá hinu opinbera heldur hjá einstaklingum. Í ykkar félagi eru margir einstaklingar sem skapað hafa mikil verðmæti með því að bjóða upp á þjónustu og vörur sem okkur hinum þykja eftirsóknarverð. Ég hlakka til að eiga við ykkur samstarf að tryggja að svo megi verða áfram íslensku atvinnulífi, neytendum og samfélaginu öllu til heilla. Takk.